Náð sé meður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Góðu vinir, velkomin til messu í Borgarneskirkju á þessum Drottinsdegi sem 16. sunnudagur eftir Trinitatis. Þetta verður mín síðasta messa eða guðsþjónusta hér í þessari kirkju og við tekur séra Heiðrún Helga Bjarnadóttir Bach sem verður í dag sett í embætti sóknarprests í Borgarprestakalli. Ég er búinn að hugsa heilmikið þennan dag, alls ekki í einhverjum kvíða, heldur bara í því hvað þetta sé allt skrítið og búinn að vona og biðja að allt gangi nú vel. Þegar ég vaknaði í morgun þá var vatnslaust á Borg og ég fór náttúrulega í símann með látum að hringja í góða menn, fá ráð og það er ekki einfalt mál að vera vatnslaust þar vegna þess að það veit enginn hvar vatnsleiðslan liggur og þeir sem lögðu hana eru löngu horfnir og það er heldur ekkert grín að verða vatnslaus á mýrunum sjálf. En í einu samtalinu miðju kom vatnið aftur og ég hugsaði svona dagur sem byrjar á vatnsleysi, því vatnsleysi táknar margt, hann getur ekki orðið annað en góður dagur. Gott fyrirheit, gott upphaf. Guð blessi okkur þessa stund í helgidóminum í dag. Við orgelið Steinunn Árnadóttir og okkar dyggi kirkjukór leiðir söng og með okkur einnig Anna Eiríksdóttir í Stafholti. Ég hvet ykkur til að taka undir í sálmasöng og á blaði sem fylgir eru 2 af sálmunum sem eru ekki í þeirri bók sem við notum í dag. Og ég bendi á að í sálmabókinni á blaðsíðu 12 að finna messuskrá fyrir messuna og ég bið ykkur að taka þátt í svörum eftir hentugleikum. Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, þín leiði mig út og inn, og allir í synd ég hann. Áður ég sest þá vil ég árétta það sem hefur komið fram í auglýsingu að lokinni þessari athöfn býður sóknarnefnd Borgarneskirkju ykkur til kaffisamsætis á Hótel Borgarnesi. Takk. Amen.
miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Til sé Guði í upphæðum Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Til lofa líf og önd, þín líkt og sátast yfir. Þú nefndir þína helgu hönd á himni til og niður. Og föður elska þóknun þín í þínum sigri til og stríð. Þitt frelsi, náð og friður. Drottinn sé með ykkur. Látum oss biðja. Drottinn Guð, lát eilífa miskunn þína hreinsa og vernda kirkju þína, stjórna henni í mildi þinni, því að án þín má hún eigi stöðug standa og hólpin verða, fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Fyrir ritningalestur þessa dags úr 1. Mósebók og hljóðar svo í Drottins nafni. Eftir þessa atburði kom orð Drottins til Abrahams í sýn. Óttast þú ekki, Abraham, ég er skjöldur þinn, laun þín munu mjög mikil verða. Abraham svaraði, Drottinn Guð, hvað getur þú gefið mér? Ég fer héðan barnslaus og erfingi hús míns verður Elíeser frá Damaskus. Og enn fyrir mig mælti hann, sjá, þú hefur ekki gefið mér neitt afkvæmi og húskarl minn mun erfa mig. Þá kom orð Drottins aftur til Abrahams, ekki mun hann erfa þig, heldur sá sem af þér mun getinn verða. Hann skal erfa þig. Þá leiddi hann Abraham út fyrir og mælti, líttu til himins og teldu stjörnurnar ef þú getur. Og hann sagði, svo margir munu niðja þínir verða. Og Abraham trúði Drottni og hann reiknaði honum það til réttlætis. Og síðar ritningalesturinn í dag úr fyrra Pétursbréfi og hljóðar svo í Drottins nafni, Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Begið ykkur því undir Guðs voldugu hönd, til þess að hann upphefi ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann, því hann ber umhyggju fyrir ykkur. Verið algáð, vakið, og óvinnur ykkar djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Standið gegn honum stöðugt í trúni og vitið að bræður ykkar og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningu. En þið hafið þjáðst lítinn tíma, mun Guð sem veitir allan náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífu dýrðar,
sjálfur fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug, hann sem mátturinn aldir alda. Amen. Og þannig hljóðar heilagt orð. Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Matteus. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Annarkvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammón. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufull lífi yðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufull klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skríðir svo gras vallarins, sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trú lítil. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir, og yður himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall, lof sé þér Kristur. Við játum saman trú okkar með orðum hinnar postulegu trúarjátningar. Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn,
steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Ágæti söfnuður, Heiðrún Helga Bjarnadóttir Bach mun taka við embætti sóknarprests þann 1. október, en í dag fer fram þessi athöfn sem kallað er innsetning prests í embætti. Ég les hér erindi frá biskupi Íslands. Biskup Íslands gjörir kunnugt með því að kirkjan hefur kallað kandidatus theologiae Heiðrúnu Helgu Bjarnadóttur Bach til þjónustu sem sóknarprestur í borgarprestakalli í Vesturlandsprófastsdæmi, þá hef ég í dag vígt hana með yfirlagningu handa og samkvæmt fyrirskipuðum reglum til hins heilaga prests og predikunarembættis í kirkju Jesú Krists á meðal vor. Með því að hún þannig er réttur prestur á nefndum vettvangi, ber henni samkvæmt heiti því sem hún hefur fyrir mér unnið, að rækja embætti sitt af trúmennsku og kostgefni og að framganga svo sem drottins þjóni sæmir, með grandvarleiki í líferni sínu og dagfari, ber henni að breyta í sérhverju grein eftir gildandi lögum kirkjusiði, boða Guðs orð rétt og hreint, samkvæmt heilagri ritningu og í anda vorar evangelísk-lúthersku trúar, og hafa hönd heilög sakramenti með lotningu eins og fyrir Guðs augliti og samkvæmt fyrirskipaðri reglu, framfylgja kirkjuaganum eins og lög standa til, með röggsemi og alvörugefni, er undir eins með hógværð og sannsýni. Stunda af alhug uppfræðing æskulýðsins, vitja kostgæfilega, sjúkra, ala önn fyrir fátækum og munaðarlausum og í öllum greinum kosta kapps að fullnægja embættisskildum sínum. Vera sóknarbörnum sínum til góðrar fyrirmyndar í öllu og til aðstoðar í sáluhjálpar efnum þeirra, einslega og opinberlega, hvenar sem þeim á liggur og þau hennar leita. Hins vegar býð ég söfnuðinum að taka þessum vígða þjóni eins og réttum presti sínum og sálu sorgara, virða hana og hlýða henni í öllu því sem hún býður í drottins nafni og eftir embættisskyldu sinni, hjálpa henni eftir megni og aðstoða í því sem hún kann við að þurfa. Að svo mæltu óska ég bæði söfnuðunum og hinum nývígða presti náðar, miskunnar og friðar af Guði föður vorum og Jesú Kristi drottni vorum. Þetta bréf sem presturinn lesi eða láti lesa fyrir söfnuðinn staðfesti ég með undirrituðu nafni og hjásettu embættis innsigli. Biskupsdæmi Íslands, Reykjavík 18. september 2022, Agnes M. Sigurðardóttir, vígslubréf fyrir prestinn séra Heiðrúnu Helgu Bjarnadóttur Bach. Minnumst orða postulans. Vér byggjum yður systkin
að sýna viðurkenning þeim sem erfiða meðal yðar og veita yður forstöðu í drottni og áminna yður, auðsýni þeim sérstaka virðingu og kærleik fyrir verk þeirra. Við biðjum fyrir hinum nýja presti, almáttu í eilífi Guð. Við biðjum fyrir þjóni þínum séra Heiðrúnu Helgu Bjarnadóttur Bakk, sem kölluð hefur verið í stórt og þýðingarmikið embætti í kirkju þinni, í þjónustu í borgarprestakalli. Leið hana með anda þínum. Gef henni djörfung og þor til að boða orð þitt umbúðalaust. Kenna út frá ritningunum, vera staðföst einbeitt og vökul yfir stóru sem smáu, sterk og þolgóð í mótlæti. Umfram allt, veit henni gleði þjónustunnar að hún megi í trú, von og kærleika reynast sínu fólki vel. Blessa þú líf hennar og starf. Í bænum okkar hugsum við til fjölskyldu hennar, gefa þau eigi öll góða, gjöfula daga og ár á borg og verði staðnum til sóma. Og gef að söfnuðurnir í borgarprestakalli taki fagnandi mót presti sínum, finni til ábyrgðar gagnvart kirkjum sínum og safnaðarlífi, einn og án stuðnings megnar presturinn fátt. Blessa samstarf hennar við forystu fólk safnaðanna, þannig að þau saman gangi að því marki að þjónustan verði þér til dýrðar og börnum þínum öllum til góðs og blessunar. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur. Kæra Heiðrún, nú kemur að handabandinu. Hjartanlega til hamingju. Ég afar glaður í hjarta að þú skulir verða eftirmaður minn. Og treysti þér vel til þjónustu og verka. Þú munt vel reynast. Guð blessi þig og allt sem þér annt um.
Náð sem meður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Í Guðspjalli dagsins heyrum við orð úr fjallræðunni. Það er mikil ræða. Og orðin í dag áhyggjur og áhyggjuleysi, trúnað og ábyrgð, kæruleysi og árverkni. Þessi orð má taka saman í þessum orðum: verið sönn, verið heil, verið það sem þið eruð. Verið ekki áhyggjufullir líf ykkar, segir Jesús. Njótið þess að vera til, ekki láta andartakið fljóta fram hjá ykkur inn í fortíðina án þess að gæða það lífi, fegurð og tilgangi. Ekki láta daginn í dag hverfa inn í sviplaust tóm og tilgangsleysi, merkingarlausa fortíð, af því að áhyggjurnar eru að buga ykkur. Áhyggjur af morgundeginum, áhyggjur af því sem við fáum ekki stjórna. Það þarf viturt hjarta til að greina á milli þess sem við getum breytt og þess sem er ekki á okkar valdi. Gamli guðfræðiprófessorinn sagði við nemendur sína: munið piltar, og þá voru það bara piltar sem lásu guðfræði og urðu prestar. Munið að hlutirnir hafa tilhneigingu til að fara vel. Þetta verður allt í lagi, ekki fara offari í áhyggjum. En samt er það svo að við erum sífellt að áforma, undirbúa og reyna að sjá fyrir, teikna upp morgundaginn, vikurnar og misserinn. En Jesús segir: lítið til fugla himins, skoðið liljur vallarins, njótið sköpunarverksins í allri sinni dýrð. Takið þið því sem þið eruð. Og hver getur aukið einni spönn við aldur sinn með áhyggjum? Er hann að mæla með kæruleysi, tómlæti, verk og skyldur, ábyrgð, að við eigum að láta vaða á súðum og að við gleymum þörfum þeirra sem við elskum og berum ábyrgð á? Nei, hann er að segja: ástundið hið góða. Verið trúir ráðsmenn, vökul, hyggin, útsjónarsöm, þar þekkja mörkin. Þekki þau. Verið örlát og rausnarleg við þá sem ekkert hafa og ekkert eiga. Líkt og postulinn Jakob segir í bréfi sínu: hrein og flekklaus guðrækni fyrir Guði Föður er að vitja munaðarlausra og ekna í þrengingum þeirra. Í hendi Guðs er hver ein tíð, í hendi Guðs er allt vort stríð. Hið minnsta happ, hið mesta fár, hið mikla djúp, hið litla tár. Þannig yrkir Matthías Jochumsson í nýárssálmi sínum. Hvað boðar nýárs blessuð sól? Hann segir: allt er í hendi Guðs. Það er ekki hægt að flýja Guð. Á vegferðum dimman dal, í skjóli við blíð vötn, í gleði, í harmi, þar er Guð. Hið minnsta happ, hið mesta fár. Líkt og segir í Davíðssálminum: þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi þó myrkrið eigi verða þér ofmyrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér. Það eru liðlega 40 ár síðan ég tók við embætti sóknarprests í Borgarprestakalli og 25 ár síðan ég tók við embætti prófasts í Borgarfjarðarprófastsdæmi og 12 ár síðan ég tók við embætti prófasts í Vesturlandsprófastsdæmi. Og nú verður það breyting á, því allt hefur sinn tíma.
Við tekur Heiðrún Helga Bjarnadóttir Bakk, Mag Theol. Ég bið Guð að blessa þjónustu hennar í þessum helgidómi og öðrum helgidómum borgarprestakalls og hvar sem hún kemur og er kölluð til að þjóna. Ég bið Guð að blessa þjónustu hennar við sóknarbörnin, að það verði gæfu samband gott og ríkt. Og Guð blessi fjölskyldu hennar og veru þeirra á borg. Velkomin Heiðrún, Mikael, Hekla og Örn Elías. Ég er þakklátur fyrir ár okkar hér á Mýrum og að hafa fengið þeirra að njóta þeirra forréttinda að búa á borg, þeim fjölsótta sögustað, og hafa fengið að annast staðarhald og gera landinu til góða. Það er blessun að fá að taka við rýru landi, rækta það upp og sjá skóg vaxa og tré gleðja og prýða. Og á borg hefur fjölskyldu minni liðið vel. Það er líka mikil gæfa að fá að kynnast og starfa með góðu fólki sem lætur sér annt helgidóma sína. Fólki sem lætur sér annt kirkju og kristindóm. Og fólki líka sem hefur í sér sanna mennsku og vill reynast öðrum vel. Á þeim 40 árum sem ég hef þjónað sem prestur hefur íslenskt samfélag breyst mikið. Ekki síst hvað varðar viðhorf til kirkju og kristni. Það er margt gott. Samfélag okkar er ekki jafn einsleitt og fyrr. Fólk flytur hingað í stórum stíl hvaðanægða að úr heiminum og tekur með sér lífsskoðanir sínar, menningu, trúariðkun og siði. Og það er gott og gefandi að fá að reyna og kynnast nýjum menningarstraumum og viðhorfum. En því miður höfum við reynt tómlæti og virðingarleysi margra þeirra sem rót eiga í íslensku samfélagi, eru ekki aðkomumenn. Fólk sem ætti að vita þýðingu og mikilvægi kristins siðar fyrir okkar þjóð. Fólk sem galar hátt eins og hani og haug með meiðandi orðum gegn kirkju og kristindómi. Segir svo úr kirkjunni en kemur síðan og heimtar þjónustu hennar þegar á þarf að halda. Og ef að prestar mögla og spyrja þá eru þeir bara vondir menn. Staðfesting á því. Það er ljót tíska að tala niðrandi kirkju og þjóna kirkjunnar og ég vil leggja í einelti. Vitaskuld hafa kirkjunni verið mislagðar hendur, vitlaust lesið í aðstæður. Klúður, fum og klaufaskapur hafa skemmt fyrir okkur. En það réttlætir ekki þá ómenningu að fara með staðleysu stöðu kirkjunnar, segja hana bagga á samfélaginu, óþarfa fortíðardraug sem best sé að þurrka út að því hún geri ekkert gagn og hafi aldrei gert neitt gagn. Á sama tíma og við njótum þess að það eru kristin viðhorf og gildi sem móta viðmið okkar rétt og rangt, lýðræði, mannréttindi og helgi einstaklingsins. Maðurinn er skapaður í Guðs mynd, þess vegna heilagur og ósnertanlegur, friðhelgur. Þessi hugsunarháttur er kristin afurð, kristin arfur, hornsteinn í þjóðarvitund okkar, hvað sem hver segir, og undirstaða í menningu og stjórnmálum Evrópu. Eða viljum við eitthvað annað í staðinn? Kannski viðhorf múslima til kvenna, hugmyndir þeirra tjáningarfrelsi, trúfrelsi, jafnrétti.
valla. Eða einhvert allsherjar öngþveiti. Þjóð og fólk sem ekki kann að meta liljur vallarins, fugla himins og þakka skapara himins og jarðar fyrir gjafir og velgjörðir, ringlað fólk og auðtrúa og auðvelt fórnarlamb þeim sem vilja afvega leiða. Höldum því vöku okkar. Það gott af hátíðis og stórdögum eins og í dag að minna okkur á það. Höldum vöku okkar og leyfum musterum eins og Borgarneskirkju að tala til okkar, hvort sem í gleði eða sorg, eða bara í grámu hversdagsins. Leyfum okkur að sækja kirkju, syngja sálma, segja bænir, heyra fagnaðar erindum krossfestan og upprisin Drottinn, til að efla okkur og styrkja, gera okkur áhyggjulaus, djörf og fagnandi við nýja dagsbrún. Og verum ófeimin við að játa og gangast við trú okkar og segja framan í hvert sem kynróðalaust: Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Við skulum vita það að það verður alltaf slegist sálirnar. Hvar stendur kirkjan í þeim slag? Höldum vöku okkar. Viljum við kristna þjóð eða viljum við eitthvað allt annað, þar sem mælistikur rétt og rangt koma og fara að hentugleika þeirra sem að ráða augnablikinu, hafa fjármuni, völd og þannig áhrif. Það áhrif og ávísun á sundrungu og upplausn. Guðlaust samfélag aldrei á góðri leið. Og munum það líka og látum það efla okkur og blása krafti í brjóst að kirkjan í aldanna rás hefur oft verið sterkust þegar hún hefur storminn í fangið. Einbeitt, óhrædd, sameinuð, í trausti til orða Drottins: vertu ekki hrædd, litla hjörð. Í ljósi uppreisu hans göngum við ótrauð. Góðu vinir, þegar maður lítur yfir farinn veg í 40 ára prestsþjónustu, sem að einhvern veginn virkar stundum eins og hafi liðið í einni sviphending, þá fer margt í gegnum hugan, margt sem gleður, margt sem vekur líka ugg og áhyggju og eftirsjá. Þá sér maður ýmislegt sem betur hefði verið hægt að gera og líka það sem ekki var gert en átti að gera. Þetta eru skrýtnir dagar. Hlutskipti prestsins ekki ávallt auðvelt, en það gildur nú svo mörg störf. Maður einfaldlega gerir sitt besta, en hafi maður í sér auðmýkt og viðurkenni að maður veit ekki alltaf allt best, þá koma oft í hugan þegar litið á einstök atvik, verk og viðfangsefni þessi orð: bara ef ég hefði farið öðruvísi að. En mennskan einmitt þetta, að þora að horfast í augu við sjálfan sig og sjá bjálkan í eigin auga og reyna að læra róti og ósjó dagana, verða hann betri, halda áfram þótt dalurinn verði dimmur og ófrýnilegur, láta vonina bera sig fram, hina kristnu von, ganga inn í birtuna sem Drottinn gefur, sá sem gerir alla hluti nýja. Þetta vegferð prestsins frá vígsludegi og allt til loka. Prestsþjónustan lærdómstími, fyrst og fremst,
alla leið á hverjum degi. Gleðjist með gleðjendum, grátið með syrgjendum, segir Drottinn Jesús. Það getur verið vandasamt og tekið á. Óendanlega sárt. En þá er líka svo dýrmætt að hafa með sér fólk sem er tilbúið að uppörva, styðja, þakka og líka segja kost og laust. Og þar hef ég verið ríkur í gegnum tíðina, vafinn góðu, kærleiksríku fólki sem hefur hjálpað og uppörvað, leiðrétt og lagað, stutt og styrkt. Það er margt sem þarf til að vera góður prestur. Preststarfið er margþætt og reynir á margt. Margt þarf að prýða mannin, eða konuna, menntun, þekkingu á fjölda atriða, kunna að komast að við fólk sem er kannski það mikilvægasta, vera einlægur sálusorgari, kunna að syngja messu, skýra, ferma, gifta, jarðsyngja. Og svo þetta leiðinlega að skrifa starfskýrslur og passa að erindi sem berast og tölvupóstar lendi ekki í graut og geymslu. Allt það, enginn stekkur allskapaður inn í þetta hlutverk, en mitt einfalda svar við því hvernig góður prestur eigi að bera sig að hefur alltaf verið að hann geri svo sem hann megnar til að vera almennilegur við fólk, aðstóða uppörva, reiðubúinn til að vera samferða í gegnum dimman dal. Í hverri prestsvígslu er sunginn sálmur, vers úr 10. Passíusálmi Hallgríms Péturssonar. Sá sálmur, þau vers voru sungin yfir mér fyrir rúmum 40 árum. Hann var líka sungin á sunnudaginn var við vígslu Heiðrúnar Helgu. Þar er að finna stóra brýningu, áminningu til vígslu þegans, þegar Hallgrímur talar í orðastað hins verðandi prests og segir: Vangæslan mín er margvísleg, mildasti Jesú beiði ég þig, vægðu veikleika mínum. Forsómun enginn fannst hjá þér, fullnaðar bót það tel ég mér, styrk veittu þjónum þín. Og yfirleitt biðja prestar fyrir sér þegar þeir ganga til þjónustu. Þeir biðja styrk og leiðsögn, vitandi vanmátt sinn. Drottinn, gjör þú mig að verkfæri anda þíns. Þetta eru þau bænarorð sem ég segi við hverja einustu athöfn, ýmist hátt eða í hljóði. Drottinn, gjör þú mig að verkfæri anda þíns. Góðu vinir, það lítur út fyrir að þetta sé mín síðasta messa í Borgarneskirkju. Kveðjumessa er kannski full dramatískt orð, en síðasta messan er þetta engu að síður. Og það er nú svo að kynslóðir koma og kynslóðir fara. Fólk byrjar og hættir í starfi og tekur sér annað fyrir hendur. Gangur lífsins sem betur fer, maður kemur í manns stað. Ég þakka samstarfsfólki mínu öllu í gegnum árin. Mörg eru gengin, Guð blessi þau og geymi í friði sínum. Ég þakka mínum kæra organista Steinunni, mínum trúa og dygga kirkjukór sem alltaf er reiðubúin til þjónustu og leggur mikið og óeigingjarnt starf til kirkju og samfélags. Ég þakka sóknarnefnd, kirkjuvörðum, meðhjálpurum og þeim fjölmörgu sem hafa komið tímabundið og helgihaldi og þjónustu og öllum kirkjuvinum. Og ég þakka ykkur öllum samleið og samveru. Við Anna mín
þökkum fyrir okkur. Guð blessi ykkur öll. Í Jesú nafni. Amen. Takið postulegri kveðju. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. saman í Jesú nafni. Lifandi Guð, vertu með okkur í þessu húsi í dag sem lengi hefur vanist hljómum söngs og bæna, séð börn borin til skírnar, fylgt þeim sem kvaddir eru hinsta sinni. Hér hefur grátur snúist til gleði, efi, óró og angist lyfst upp í von og trú. Hér hefur þú svo oft látið augliti þitt lýsa yfir fólk og snortið það með návistinni. Vertu einnig hjá okkur hér og nú, fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, heil og væn. Guð minn, takk fyrir það sem var og takk fyrir það sem verður. Við komum saman hér í helgidómi þínum í dag til að kveðja og til að heilsa. Blessa þú okkur þessa stund. Blessaðu þjóna þína sem nú skiptast á embættum, séra Þorbjörn Hlín Árnason sem nú kveður söfnu sinn hér í borgarprestakalli og séra Heiðrúnu Helgu Bakk sem nú tekur við starfi hans. Sæl eru þau sem fá að þjóna þér og kirkju þinni. Lítil þeirra í náð þinni og elsku. Ver hjá þeim og blessa þau. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, heil og væn. Kærleikans Guð, við biðjum fyrir kirkju þinni sem hér og allan heim biður, vonar, lofsyngur, boðar og þjónar. Við biðjum fyrir öllum sem þar eiga andlegt athvarf í trú og von, fyrir öllum sem þrá og leita, fyrir öllum sem finna og njóta og fyrir þeim sem ekki finna og verða fyrir vonbrigði með kirkjuna. Miskunna þú, góði Guð,
fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottin, heil voru bæn. Við felum þér líf okkar og starf, góði Guð, og byggjum þess að við megum vinna ljósins verk meðan dagur og getum örugg staðið frammi fyrir þér þegar ævi okkar lýkur. Við minnumst þeirra sem eru að koma í þennan heim og þeirra sem hafa yfirgefið hann. Þeir hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi þeim fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottin, heil voru bæn. Við felum þér Guð þau bænarefni önnur sem á okkur hvíla og byggjum fyrir trú, von og kærleika. Guð, gefa við munum alltaf eftir gæðunum sem skapast við það að staldra við, gefa sér tíma til að ræða við þig og hlusta eftir nærveru þinni, því að við vitum að þar eru raunverulega gjafir og sannan kærleik að finna fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottin, heil voru bæn. Og hjálpaðu okkur, góði Guð, til að vera þakklátt fyrir allar gjafir sem við höfum þegið af þér og hjálpaðu okkur til að láta aðra sem þarfnast þess njóta þeirra með okkur. Amen. Játum syndir okkar og lifum í kærleika og sátt við alla menn. Ég játa fyrir þér, almáttugi Guð, skapari minn og lausnari, að ég er margvíslega syndað í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef mér sakir miskunnar þinnar og leið mig til eilífs lífs við nafn þín. Almáttugur Guð, fyrirgefi ykkur allar syndir, styrki ykkur og leiði til eilífs lífs fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen. Friður Drottins sé með yður. Og með þínum anda. Og þann aldrei
ásamt öllum himneskum heilsveitum, lofum mér þitt heilaga nafn, óaflátanlega segjandi, heilagur, heilagur ert þú, drottinn Guð allsherja. Himnarnir og jörðin eru full af dýrð þinni. Hósíanna í upphæðum, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Hósíanna í upphæðum. Sannlega ert þú, heilagur Drottinn, og með réttu lofar þig allt sem þú hefur skapað. Þú hefur lífgað allt og helgað með heilugum anda þínum fyrir Jesú Krist Drottinn vor, sem tók á sig þjónsmynd, lagði sjálfan sig og varð mönnum líkur og hlýðinn allt til dauða á krossi og keypti þér eignarlíð sem þjónar þér og býður sig fram þér að lifandi, heilagri og þóknanlegri fólk. Við biðjum þig auðmjúklega miskunnsami Faðir, veit viðtöku lofgjörðar fórnvorri og gef að þessar gjafir þínar, brauð og vín, verði oss hinn blessaði líkami og blóðsonar þíns eftir heilugu boði hans. Því á þeirri nóttu sem hann var svikinn, tók hann brauðið, gjörði þér þakkir, braut það og gaf sínum lærisveinum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gjörði þér þakkir, gaf þeim hann og sagði: Drekkið allir hér af, þetta er kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blóði, sem fyrir yður er úthellt til fyrirgefningar syndanna. Gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Þess vegna minnumst við með tilbeiðslu vorri að hann elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, sigraði dauðan í upprisu sinni og er allt vald gefið á himni og á jörðu. Við berum fram þetta heilaga brauð eilífs lífs og þennan kaleik eilífs hjálpræðis og færum þér þakkir fyrir hina einu algjöru fórn hans, hina lifandi von eilífs lífs í samfélagi þinna heilugu og fyrir heitum endurkomu hans í mætti og dýrð. Við biðjum þig, send oss þinn heilaga anda og sameina oss í staðfastri trú og kærleika fyrir son þinn Jesú Krist Drottinn vor. Fyrir hann, með honum og í honum sé þér almáttugi Faðir, í einingu heilags anda, heiður og dýrð í heilagri kirkju þinni aldir alda. Amen. Við biðjum saman bænina sem Drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldurum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Sá bikar blessunarinnar sem við blessum í samfélag eins og við. Þá fer ég veginn drottinn minn,
Kristur, hins krossfesti og uppreisni Drottinn vor og frelsari, varðveiti oss í samfélagi við sig í lífandi trú til eilífs lífs. Hans náð og friður sé með oss. Amen. Látum oss þakka og biðja. Bér þökkum þér himneski Faðir, að þú hefur mettað oss þessari hjálpsamlegu gjöf. Við biðjum þig, að þú af miskunn þinni látir hana verða til að styrkja trú vor á þig og gera oss brennandi kærleikanum hvert til annars. Fyrir son þinn Jesú Krist Drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Þökkum Drottni og vegsömum hann. Drottni sé vegsemd og þakkargjörð. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti á sjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið.